furða mig oft á því þegar ég tek eftir því að systir mín eiginkona og móðir en ekki ég. 10 gigabæta niðurhal fyrir 500 krónur á mánuði. Nógur tími, tal. Svona á samband að við. Sigur Óli Kristjánsson, til hamingju með sigurinn í dag. Þetta var stórfínn leikur. Já, þetta var góður leikur. Fyrirleikurinn var mjög góður hjá okkur og héldum boltanum vel og þetta svona kannski einhver best spilaði leikur hjá okkur í sumar. Svona fótboltalega séð. Og þrátt fyrir það að nú náttúrulega bara roka á köflum að þá gekk liðinu bara býsna vel að halda boltanum niðri. Já, ég segi það. Þetta var vel spilað og með erfiðar aðstæður en þannig að þetta var góð fótbolti hjá okkur í dag. Þannig að þetta hefur verið spilað svona svipað eins og þið bara lögðu upp með? Já, nákvæmlega. Ég held að FH-liðið er búin að sjá það spila mjög vel á móti liðum eins og IBF og Breiðablik. En þannig að við svo sem vissum að það er kunna að spila á móti svona liðum í efri kantinum. Þannig að við vorum auðvitað ekkert öruggari upp af því og ætlum að leggja bara svona cirka 120% í það. En það kom nú reyndar á daginn að sko þær voru ekki alveg, þetta var ekki þeirra besti dagur í dag? Nei, það spilar auðvitað engin betur en anstæðingur lifir og við bara leiðum það ekki í dag. Bara lokað. Og því fór sem fór? Og því fór sem fór. Sigur Óli, var það til hamingju með sigurinn og njóttu? Takk fyrir, sömuleiðis. Arna Sif Ásgrímsdóttir. Flottur leikur í dag. 2 mörk, bæði með skalla. Þú hlýtur að vera sátt með daginn. Já, bara mjög sátt. Liðið lagði sig alveg hellingsfram og við vorum að spila flottan fótbolta þannig að ég get ekki kvarta. Var leikurinn nú 6-0 þegar kannski ekki alveg átt vona því upp að þetta svona auðvelt? Það er náttúrulega kannski ekki hægt að segja þetta að vera auðvelt en við erum dálítið leiðar á allir þessi neikvæð umfjöllun sem við erum búin að fá upp síðkastið og við ætlum bara að sýna í dag hvað við getum og við gerum það bara svo sannarlega. Það var bara þannig liði, þetta var engin heppnisigur, þetta var gríðarlega flottur leikur og eins og við vorum að segja áðan, með að við svona mikið hvassviðri þá gekk vel að halda boltanum niðri og spila. Já, við lögðum upp með það, bara sína, við þurfum enga heppni til að vinna leiki og við vorum alveg ákveðnar í að halda boltanum og spila með jörðinni og það gekk bara virkilega vel. En svo náttúrulega líka sterta að Sjantil okkar, hún varði glæsilega vítaspyrnu sem að þú hjálpaði til með að redda. Ég hef aldrei elskað hana jafn mikið á í dag sko, og svo ánægð með hana. Var þetta ekki bara til þess að halda henni í formi og æfingu? Jú, lítið að gera hún, ég ætla aðeins að vekja hana bara. En einhvað síður, nú bara þið haldið toppsætinu og þannig að þetta ljúft? Já, við erum bara rosalega ánægðir. Arna, ég heyri innan úr stúku að það farnar að fagna vinkonina farið og tattu þátt í gleðinni. Já, ég ger það. Takk fyrir. Takk. Gíja Valgerður Harðardóttir. Gíja, þú átt í stórleik í dag í stórsigri liðsins á FH. Hvernig líður þér? Bara mjög vel, mjög skemmtilegt. Gíja, þú varst nú bara svolítið ákveðin hérna í lokinu og varst ekkert fjarri því að bara setja mark. Við heldum að vera á leiðin inn, hvernig beistu? Ég held að vera líka á leiðin inn en það var bara óhefni, ég ætlaði að setja hann sko, ég er gamall kantmaður, ég ætlaði að tryggja mér stöðuna en það kemur bara næst. Já, ég menna þetta kemur, það hlýtur að styttast í það. Já, vonandi, það er alveg komið tíma það. En leikurinn var enga séu góður hjá liðinu og öllu í heild sinni og spilaðist leikurinn ekki að þetta var kannski stærri sigur en þið áttu von á? Já, í rauninni, en við náttúrulega byggumst bara við mjög erfiðast leik sumarsins til þessa eins og við segjum alltaf. Við förum bara í hvern leik til þess að ná í 3 stig og halda okkur á toppnum og við ákvaðum bara að við ætlum að pressa þær og bara klára þær fyrstu 45 mínúturnar og við gerðum það í rauninni og svo bara hugsaðum við bara eftir hálfleik bara að ná í fyrsta markið, það þyrfti að vera okkar mark, þá myndum við bara klára leikinn og við gerðum það bara. Og þrátt við að það væri svona strekkingsvindur, þá gekk mjög vel að halda boltanum á millikar? Já, þetta var bara mjög fínn leikur, spilum mjög vel og einmitt með við aðstæður þá bara er ég mjög ánægð með liðið allt í heild. Og áfram á toppnum? Já, auðvitað. Til hamingju. Takk fyrir.